Já, góðan daginn og verið velkomin. Þú ert að hlusta á föstudagspingjuna. Yngvi Þór hér, ég vildi bara rétt minna ykkur á að við pingjubræðurum komum með póstlistaskráningu á pingjam.is þar sem við ætlum að dæla inn skemmtilegum mólum, fréttabréfi og fleiru. Einnig langar með að segja að í gær tókum við upp þátt með yfirstjórn Nóa sem var eins konar uppgjörsþáttur fyrir ársfjórðung 2 hjá Nóa eftir að það kom á marka. Og það er sannkölluð hákallasúpa, ég mæli með. Þannig að þeir eru með einn auka þátt í dag og eitt verkinn í helgina. Fara inn á pingjam.is og skráið ykkur. Já, kæru hlustendur, verið velkomin í þennan, föstudagsþátt hjá okkur, föstudagskaffið. Já. Það er smá breyting núna í dag. Já. Það er komin okkar fyrsti gestur í föstudagskaffið allavega. Algjörlega. Það er engin annar en Hjálmar Örn, verður hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Þetta er svona, í beinu framhaldi af Brimborgarþættinum sem við vorum með núna síðasta þriðjudag. Já, það er að leiðir þetta ímest, nei. Hann, sá þáttur vægast að sló í gegn. Já, hann er þetta líka svo stór bransi, spilabransin maður. Já, þetta er ísastór bransi. Já, virðist vera, mikill áhugi. Já. Og við ætlum svona, einhvers staðar í þættinum, svona sennilega, svona í miðjum þætti, bara svona spyrja þig spjórnum úr bransan. Þú ert náttúrulega, þú ert gamall bílasali. Jú, var bílasali í 12 ár. Já. Og það er það sem við viljum sæki. Við erum núna báðir búin að vera í bílabrassi, sko. Við viljum vita triksi, sko. Ég er með nokkuð trikk, sko. Já. Bílinn minn er bara í þessum töluorðum í 200.000 króna viðgerð, sko. Já, ok. Ég var svikinn illa, en ég ætla ekki að fara að tuða nánar það. Nei. Það er svona, þú veist, þetta er í rauninni fræðsluþáttur í dag. Þannig að þú lappir inn á bílasölu og viti betur. Þetta verður svona blandaður þáttur. Við náttúrulega höldum í hefðirnar og förum kannski yfir svona það sem svona, bara helst í fréttum. Það var náttúrulega frekar svona, stór fréttavika þannig séð. Það er, sko, náttúrulega hækkun hlutafjár kaldalón, stýrivaxtahækkanirnar, allt þetta, allt vitlaust hjá stéttarfélögunum. Já, verkalýðurinn. Það er bara eitt sem stendur upp úr hreinlega hjá mér, sko. Og það er að þykvaðbæða franskannar. Það eru að hætta í framleiðslu núna. Farnar. Já. Það var einhver bilun þarna í vélbúnaði. Já, ég sagði það í framleiðslunni. Já, og það svaraði ekki kostnaði að endurnýja hana. Já. Hvað finnst okkur þetta? Ég meina... Er ég vondi kannski að segja að splittar þetta diff? Ég er bara svolítið leðilega að segja að ég hef ekki keypt þar helvítið. Nei, ég er alveg sama, sko. Þetta var... Ég vissi ekki að vera til, sko, ennþá. Nei, þær eru búin að vera held í hvað, 37 ári? Það er frábært, sko. Eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, þetta er flott íslensk framleiðsla og allt það, sko. Og það er eitthvað þvílík óánægja hjá innflytjendum á frönskum núna út af því að það er eitthvað 76% tollur. Já, sem var til að vernda þessa eina innlendu framleiðslu og svo kom einhvers vegar fram að þetta væri ekki nema 5% af neyslu, þú veist, Íslendinga á frönskum, sko. Já, akkurat. Sem kemur frá Þykkvabæ. Þannig að núna stendur tollurinn ennþá eftir í 76%. Já, sem er galið. Fyrir samkeppni sem er ekki til lengur, sko. Já. Og taka hann. Fella hann bara úr gildi. Þannig að þetta er verðhjöðnun. Verð á frönskupókum er væntanlega að fara að lækka. Já, eða þú veist, ef að þau fella niður tollin. Ef að sjalarnir rífa sig í gang og lækka þetta. Þau fallast á það. Ég hljóta að sjá þetta strax, sko. En eins og ég segi, þetta er skellur. Þetta er leiðilegt að sjá eftir þeim, en eins og ég segi, þetta var svona aðalega því að ég var krakki. Já, auglýsingarnar. Já, auglýsingarnar og svo gúffaði maður þetta í sig líka svona inn á milli, sko. Tómatsósu, eftir skóla. Ég mynd bara ekkert eftir þessu, sko. Nei. Og þetta er ekki svo rosalungur. Já. Yngri anda en þið. Já. En svo þú veist, eins og ég segi bara þessar stýrivaxtahækkanir og þetta sem er búið að, Er þetta ekki allt samt fyrir, sáu þetta ekki allir fyrir sér, þetta 0,75 með það? Jú. Já, veist, allir hafa verið búin að spá því. Þetta er svona allan að mínum mati svona nauðsynleg hækkun aðeins til að kæla, þú veist, auðvitað það sem er í gangi, það er bara pullandi verðbólga, en svo er þetta náttúrulega orðið á götun að þetta sé bara verkalýðshækkun. Já, gæti við. Ég heyrði eitt segja að Ásgeir væri bara að henda einni smynt í andrömmuna á verkalýðnum. Já, þú verður það. Já. Bara hérna, haldið ykkur á mótunni. Það eru búin að vera hérna einhverja auglýsingar og fleira frá VFR, sko. Já. Viðurkenna, mér fannst hún dálítið fyndin, sko. Með honum þegar Þorsteini Backman og ég man ekki hvað hinn heitir. Nei.
Já, ég ætla hann hló mikið yfir í. En sko, mér finnst, þeir voru með þessar tísauðlýsingar og veistir ekki hvað þetta var. Já, í byrjun. Ég er svolítið þreyttur á þessi tísauðlýsingum að vita ekki hvað þetta er. Já. Ég held að það sé svolítið búið. Já, ég er sammála því. Það er svona, má alveg fara að leggja það til hliðar. Bara vill bara fá að vita strax hvað er verið að segja manni. Sko. Það var líka heldur bara strax tekið og tæklað. Sagt bara, þetta basically má ekki lengur, sko. Já, en þetta er mjög algengt svona þegar það kom út nýtt lag eða eitthvað svona. Þú veist, það er svona gefin einhver dagsetning eða eitthvað svona. Það er bara svona, gefið okkur smá hérna, þú veist. Komdu bara með þetta. Það er bara mánuður í þetta. Snapchat kynslóðin er ekkert að bíða eftir þessu, vill bara fá allt strax. Já, klárt. Við förum inn á Snapchat á eftir. Áður, þá ætlaði ég að vera með litla opinberun. Bara með Lavazza sem eru með okkur. Já. Við drekkum mikið af Lavazza og ég er svolítið búin að vera í svörtu núna. Ég sjá hérna púðarnir eru gullitaðir, það er Arabica. Svo er ég að taka espresso púðana og þeir eru alveg rótsterkir. Þannig að ég verið skjáltanum bara eftir það. Já, skjált í mér. En ég ætla að opinbera það. Ég verið að setja mjólk í kaffið. Nei. Er það einhver opinbera? Já, og ég verið lítill í mér heima fyrir. Að laumast að segja frá því. Því að það er svo mikill harnesku bragur. Að það vera alltaf bara svart. Ég vil bara svart. Já, það er þetta og neyta mjólkinni. En ég fekk smá svona backup hérna frammi og ræði Davíð Danna, segja honum frá þessu. Og hann sagði, ég skil hvort að fara í gegnum. Því þetta er svipað á þegar hann var að segja hann pissar alltaf sitjandi. Já, einmitt. Þú veist, það er feimnismál. Já, feimnismál, sko. En gengur ekki eitthvað að segja allum frá því, sko. Nei. Og mjólk í kaffi það er weak. Já. Það er weak spot. Já, eða var það. En ég held að umræðan sé að komast á betri stað. Er það ekki? Jú. Þannig að ég vildi bara koma. Já. Og ég mæli með því, svörtu, sitja bara dreitilega af einhverju mjólk. Út eru þið þetta? Ég er alveg mjólkurkall, sko. Er það? Skammast mér ekki til það. Ég tek það sót svart, sko. Það er yðinarinn. Maður hefði nú haldið að bílasalati væri í sót svart. Það er svolítið á hlaupum. Það er svolítið þannig. Bílasalinn er með þetta á hlaupum. Í dag er ekki bílasali, þannig að ég hef tíma til að setja mjólk í kaffi. Gott. Og það er þá með Lavazza og... Já, að sjálfsögðu. Þá er það komið frá. Annað, til að ég komi mínu frá. Það var náttúrulega smá mistök í þættinum, við getum rætt það. Ekki mistök, við hentum Toyota á síðustu stundu og ég gerði ekki það sem maður á alltaf að gera. Og það flett upp heimilisfangi félagsins, þá sérðu önnur EHF á sömu kennitölu, á sömu lögheimili. Og það er náttúrulega þannig að Toyota er ekkert með 39 starfsmenn hér á landi. Það var annað félag með 139, sem heitir TK bílar. Og samanlega velta bara á þessu tvennu var minni mig, ég hefði nátt að doppeltjekka 27 miljardar, þannig að ætli við verðum ekki að gefa þeim krúnuna. Eru Toyota stærstir á Íslandi? Ætli það geti ekki verið? Ætlaði með þetta? Mig grunaði það einmitt, sko. En svo vorum við við rættum það í þættinum að þetta væri dálítið furðulegt, að þetta væri bara 39 starfsskipti hjá Toyota, sko. En þannig er ég ekki sterkur í svona tölum, sko. Ég er ekki viss hverju. Ég kom mér eiginlega bara óvart að þetta væri svona mikið. Já, þú veist, þetta eru hrottalega verst. En sko, svo er það hitt, það blandast allir fjandinn inn í þetta. Þú ert með verkstæðin og bílasalan og svo er það innflutningurinn og er ekki allir konum með bílaleigu líka. Jú, mjög mikið. Þetta er alveg mörg 100 miljard króna iðnaður. Ef ekki sko bara, hvort að fara yfir 1000 jardana bara. En sko þetta bara, þetta hagkerfi. Ekki það að við séum að kalla eftir að lenda hjá skólastjórunum, en við vorum svona í þessum þætti. Við vissum að við værum þetta væri lítið til að vera satt. Þetta var frábær þáttur hjá okkur. Takk fyrir það. Pingið þátturinn Brynborg sem við erum að tala um. Hann er alveg geggjað þáttur. Geggjað. Og gaman líka bara fyrir mann sem er náttúrulega bara, þú veist, í fjölskyldu fyrirtækinu að hlusta á þetta, sko. Og þetta var gert af mikilli fagmennsku og ég veit að Egill bróðir og Margrét systir og fleiri voru mjög ánægð með. Geggjað. Það er góð einhvern þegar þau eru ánægð. Frábært. Við vorum með eina spurningu, það er eitt hluthafi þarna sem við kunnum enginn deili á. Hver er huldumaðurinn? Arnór Jósefsson. Er það ekki? Jú, Arnór, er það ekki? Jú, Arnór Jósefsson. Hann er, skal ég segja ykkur, hann er vinnur hans pappa og þeir byrjuðu saman í þessum bransa, sko, nú er ég ætla ekki að tala og veit ekki alveg hvernig þetta var og fleira, sko, en hann allan að fjárfesti með pappa í byrjun og fleira, sko, og þannig að hann á þennan hlut. Og hann er búinn að vera svo rosalega lengi inn í þessu, sko, með okkur. Og hann er frábær kall, sko, og búinn að vinna lengi í Brynborg og annað, sko, alveg geggjaði, sko. Já, þannig hann er ennþá bara á gólfinu, eða? Sko, þeir voru, það bara stutt síðan pappi og hann voru, ég og pappi og Keli líka, annar, sko, vorum að keyra og sækja bíla bara hérna 2015-16, sko. Já. Það er 6 ár síðan, eitthvað, sko, 6 eða 7 ár síðan. Sækja bíl í porti í Eimskip. Og meðalaldurinn bílnum var, og ég náttúrulega var, þú veist, langingstuð þá, sko, 44 eða eitthvað, sko, og þeir voru 70 eitthvað, sko, allir, það var geggjaði tími, það ekki. Það var bara eitt að þú lærir rosalega mikið
af svona kynslóð. Já, klálega. Má alveg gagnrýna alls konar sem þessi kynslóð hefur verið að gera og eitthvað svona, en þeir eru með rosrætt verkvitt. Já. Það er eitthvað sem að við höfum minna af. Já, það er bara, þú veist, þú lærir það bara. Já, það er bara svolítið þannig, þú lærir þetta bara. Já, klálega. Og pikkar upp alls konar góða hluti, sko. En byrju, er hann meðstofnandi með pappaðinum? Það var nú einn annar eða ekki sem stofnaði? Jú, svo var líka Sigtryggur heitinn. Já, einmitt, Sigtryggur. Hann látinn. Já. En manst þú eftir þessum fyrstu árum? Þú veist eins og þetta Daihatsu-ævintýri sem að fyrir að staða. Sko, Daihatsu fyrir mér er bara the thing. Já. Og það er bara Daihatsu setti fyrst mér bara svolítið svona, ég held að við séum öll sammála því í fjölskyldunni, Daihatsu setti tónin, sko. Já. Veist það, þetta er ekkit, og ég man eftir því að bróður minn Egill var að þrífa bíla, Daihatsu bíla sem voru að koma í mig þegar þú að segja þarna stóra sendingi kom og allt þetta, sko, þá bara þrífi bara 24/7, sko, þrífa bíla, og allir að þrífa bíla. Og það var bara geggjaður uppgangur og fleira, sko. Og þannig mér þykir alltaf rosalega vænt Daihatsu og þeir alltaf verið að tala þú veist, eitthvað svona, ég er alltaf fyrsti maður til að verja Daihatsu, sko. Okay. Er þessi bílar ennþá í framleiðslu? Já, sko, Toyota keypti þá? Jú, Toyota á þá, ég held sér bara linda búin að vera alveg heilig, einmitt, þetta er að sjá myndir af Daihatsu, svo geggjaði bílar, sko. Þessir eru svakaðir. Daihatsu, en maður hefur ekki séð mikið af þessu á Íslandi undanfarin árið það. Er þetta á Íslandi það? Þegar ég var að selja bíla, þá vorum við að selja svolítið mikið af Daihatsu Grand Move. Grand Move? Já, og Daihatsu Grand Move bílinn var algjör ömmubíll. Okay. Ekki fallegur, en það var ógeðslega gott að setjast inn út á hann. Okay. Það er bara oft svona sölupunktur fyrir fólk eins og mig, þú konar aðeins á eldri árin. Og það var þannig að þú gæst opna skottið, og það var skottið komið einhvern veginn sko akkurat yfir þig, og þú gæst setja aftur í skottinu og fengið í kaffibolla. Og ég lekut oft þegar ég var að selja hann að bíl. Það fór ég, það var gott að sittast í núninum, svo tók ég kaffibolla og settist aftur í svo getur ég sittið hérna undir eða rignir og fengið eitt kaffi. Þetta er bara, Daihatsu því miður, ég held að það sé bara of dýr í dag. Já, er það? Já, ég held að það sé máli, ég held að það sé bara aðeins of dýr. Já, en hann er allavega, þú veist, Toyota er ekki að selja hann hérna á Íslandi. Það held ég ekki. Nei, einmitt. Ég held að, á þess að ég þarf ekki að fara með það, ég held að Brynborg sé ennþá með umboðið fyrir Daihatsu? Já. Það er ekki gaman að henda inn annað sem ég ætlaði að spyrja út í þáttinn. Þessi sparakstuskeppni. Já. Hvað, er þetta bara dottið niður dautt eða? Já, veist það, ég held að þetta sé bara alveg búið. Þetta er náttúrulega svakalegur sölupunktur, sko, að fara í einhverja svona keppni. En þeir reyndar eru að keyra núna eitthvað svona, það var eitthvað það sem er fara á, það er ekkert langt síðan, 2013-14 eða eitthvað. Það fóru eitthvað hringi kringum landið á okkur. En þetta er allt komið í rafmagni. Þetta er allt komið í rafmagni. Það er bara. Já, þetta sé bara búið á því. En nefnir, þetta er eitthvað svona sem maður það var sölupunktur, sko. Hefur allan að lítið séð af, sko. En hérna Daihatsu maður, þetta er eitt dingu, sko. Já, hann okkur. Og ég var einmitt, sko, ég var að rifja upp þessi Daihatsu Charit sem að ég eyðilaði á þarna 2005-06. Fór á honum á svona 40 yfir hraðahindrun á Egilsstöðum. Og ég man svo sem ekkert, en það var hraðahindrun á Egilsstöðum. Hann var í eigu original binna í bankanum, sko. Ég síp ennþá, já, mér hefur ekki ennþá tekist að fá betri kjör hjá binna eftir þetta. Já. Þannig að það eiga svona flestir allan í mín kynslóð einhverju sögu á Daihatsu. Já, geggja. En svo við, sko, förum aðeins svona yfir söguna. Já. Hvenær byrjar þú að vinna fyrir Brynborg? Sko, það er náttúrulega gamla góða, sko, maður byrjar náttúrulega bara að sópa þarna fyrir utan eitthvað 11-12 ára gamall. Það var eitthvað svoleiðis, sko. Og síðan fer ég svona hægt á róla fyrir að þrífa bíla. Já. Það er svona held ég sem fyrsta skrifið, svona fín reynsla og kennsla. Já. Og svo fyrir ég byggingavinnu og er að vinna við að byggja höfuðstöðuna sem er í Brynborg núna. Já. Var í 6 ár þar. Já. Það var bara eftir 2000, eða ekki? 93 til 99. Já, þannig að þessi fasteign var bara byggð af ykkar frumkvæði. Já, ég get sagt það að þessi fasteign, og þetta hérna á Bílsviða, þetta er byggt bara eftir því sem hann var til. Já, ok. Það var ekkert bullshit, það var ekkert hent upp einhverjum höfuðstöðum á 6 mánuðum með 1 ár eitthvað svoleiðis. Það sem var til var notað. Og þú veist að það hefur eiginlega alltaf verið í fjölskyldufyrirtækinu, og þetta á að geta verið einhver stór auglýsing fyrir Brynborg, en ég ætla bara að segja að það hefur alltaf verið þessi skynsemi. Já, einmitt. Og pabbi sjálfur, hann hefur aldrei verið á einhverjum hann var Citroen C1 heilengi, sem er minnsti bíll sem fer frá Citroen, sko. Þetta er bara svona, það hefur aldrei verið einhvern veginn, og eins með bróðum minn og margir, þú veist, það har aldrei verið þetta bílasnobb eða við eitthvað að fara á eitthvað. Hóvarð. Ég meina, ég er á Opel, sko. Já. Litlum Opel, hérna rafmagnsbíl, mér finnst það bara geggjað, sko. Þannig að það er bara, og ég oft fengið þetta, hvað, farið ekki bara Volvo? Farið ekki bara gefins Volvo? Þetta er bara ekki svolítið. Það er ástæðan fyrir því held ég að Brynborg gangi vel. Þetta er ekki algjörlega eitthvað bull. Og þetta er sennilega, sko, við vorum að svona leiða þig líkum, sennilega bara eitt stærsta fjölskyldu fyrirtæki landsins. Já, mér finnst það bara ekki það stærsta, sko, þú veist.
Þegar fyrirtæki eru fann að velta svona þá þetta allt í eigu einhverja sjóða eða þú veist, einhverja fagfjárfesta eða hvernig sem það en þetta bara pjúra fjölskylda. Þeir eru utan reyndar Arnór. Sem bara fjölskylda. Is in the fan. Þetta falleg, þetta svona romantísk saga, myndi ég segja, að því sem ég skoðaði, sko. Ég meit hérna út af því að við vorum algjörlega útivelli, ég veit ekkert um bíla. Sama sinni sér, sko. Ég get keyrt á, sko. En þetta Polestar. Höfum þetta bara geggjað auðlýsingu fyrir Brynborg. Hvað þetta Polestar? Sko, ég ætla bara að segja, náttúrulega Polestar þessi umfjöllin sem Polestar fekk núna í MBL segir eiginlega bara allt um Polestar. Eða googlið og finnið það. Að það var bara einhver blaðamaður sem kom þarna og fekk að prófa Polestar og ég hef bara aldrei séð umfjöllin bíl svona áður. Og sem ég held að sé bara ekkert eitthvað, hann eru fullt af öðru blaðamenn út allan heim, en þetta var bara svona rosalegasta umfjöllin sem ég sé bíl. Þetta gjörsamlega geggjaður bíl. Þetta dótturfyrirtæki Volvo. Þannig að þetta alveg svona, þú veist, þetta frá þeim og þetta salurinn, nýjir Polestar salurinn á bílsöða. Ég hef ekki komið inn í svona bara, þetta var geggjað, sko, gjörsamlega geggjaður. En hvað þetta? Er þetta rafmagnsbíl? Þetta rafmagnsbíl. Ok. Bara pure electric. En hvenær þið byrja nú eitthvað, Polestar gammalt merki, alveg, þið eru búin að vera með það heil lengi? Nei, sko, nú ætla ég ekki ég þóra ekki að fara að svara með þetta, sko, en ég veit að Polestar, ég held að sé eitthvað 3 ár síðan eitthvað sem að... Jó, ok, það ekki meira? Nei, sem kom til okkar eða eitthvað svoleið, sko. Það Volvo fór að keyra þetta í gang. Það veitum vel að þetta sé eldgamalt og ég veit ekki söguna, sko, en allavega 3 ár kannski, 3-4 ár, ég veit það ekki. Sem Brynborg fór að skoða þetta, þannig að valmöguleika. En ég ætla kannski að koma inn á annars anstæðsaðila hjá okkur, sem að sjálfsögðu Skruf. Nú var ég að fá mér eina. Veljan í vör. Já, veljan í vör. Það er spurning, menn að tala annarkvort snusaru eða hnusaru. Hnusið, það er að þefa. Bara fá indisaukan í gegnum nasirnar. Bara virkja skynfærin. Ert þú í hnusi eða snufi? Snusi, segi ég. Ég hef aldrei reykt og aldrei tekið tóbak. Nei, aldrei. Þetta er nefnilega ekki tóbak. Þetta er bara nikotín. Já, nikotín. Já, það eru nikotínpúðar. Ok, aldrei tekið nikotín. En það er aldrei að setna að byrja. En Skruf, þeir eru að stígu upp núna. Já, klárt. Mikið verið í umræðinni. Og þetta er sjálfsög 18+ vara. Þannig að... Hvar eru menn að kaupa þetta? Þetta er bara í Svenn og Hagkaup og bara... Hvar sem er, þetta heitir allt saman. En við þökkum þeim kærlega fyrir það. Nú, ok, þú talar það sem lítill drengur, þú varst að sópa, svo ferðu yfir í, byggingavinnu, svo kemurðu aftur. Sko, það sem ég geri, 99, þá er ég 26 ára og þá er ég ráðinn í Brynborg, söluna. Ég byrja að selja þar. Er það ekki 99 þegar húsið er vígt? Það er eiginlega nákvæmlega. Og það var svona, þú veist, eiginlega bara alveg komið, sko. Og það var geggjað. Ég byrjaði að selja og ég man alltaf eftir því. Og ég elska að tala sölumennsku. Að byrja 99 er ekkert eitthvað góðaris ár, sko. Það var ekkert eitthvað mikið að gera. En ég byrjaði að selja þarna og ég með geggjaðan sölustjóra, Þórð Jónsson, sem er búin að vera einmitt hjá Brynborg líka í, veit ég hvað mörg ár, sko. Og það er sko, og svo magna þegar ég byrjaði, að út í allir sölumenni vil ég meina þurfa að vera með keppniskap. Þurfa ekki að hafa vita á vörunni. Það er bara rugl. Kúnnin veit meira um vörun en það. Það er svona mantra sölugómsins. Veit ekkert hvað hann er að selja. Nei, þú veist, það er bara ekkert endilega máli. Ég er sammálaðir, sko. Þú ert ekki að vita hvernig bíllinn virkar eða eitthvað, sko. Það er ekki aðað máli, sko. Og kúnnin er alltaf sérfræðingur í bílnum. Hann er búinn að skoða alla bíla og alla verðhugmyndir og veit nákvæmlega hvað þetta er, sko. Þú hlustar á hann, sko. Þú ert að ráðleggja honum bara með verð og annað og fleira, sko, sem þú ert góður í. Og ég man eftir, ég settist hann niður og við byrjum að selja og ég seldi einhverja 10 bíla eða eitthvað þarna fyrstu 2 vikunar og svo er ég að tala við Þórð og hann segir þetta er ekki nógu gott og ég held mig gengi vel. Já, ég myndi nú 10 bílar á viku. 2 vikum eða eitthvað. Og ég sagði, ég held mig gengi ágætlega. Svo sýnda mér bara svona, ég gleymi aldrei hvað gerðist, svo sýnda mér sko lista sem við gáttum séð inn í kerfinu okkar, sem var eldgamalt AS400 kerfi sem er ekki notað lengur í dag. Það var geggjað kerfi samt. Og gæti séð hver ég stóð sko bara í heildar. Og ég var bara með það neðstu. Worldwide eða bara inn á Íslandi? Já. Eða sérst bara í Brynborg. Því miður var ekki, ég hefði viljað að vera bara út um allt, sko. Það fekk ég bara svona þessa tilfinningu að ég var að tapa. Og þá bara breytist eitthvað hjá mér. Og ég fór að vilja vinna alltaf alla mánuði. Og það held ég að sé góðu sölumæður sem er tilbúin til að, þú veist, klálega. Þú veist, vera með þetta keppniskap og vilja vinna. Og þú veist, síðast í þáttur Money Talks, en peningar eru bara líka annar ansi góðu drifkraftur að... Það er ágætt að vera eitthvað leyndamál. Peningar eru besti drifkraftur. Og meina, fólk hefur sagt það sem er unnið stóra lottóvinninga eða verið fengið eitthvað arf eða eitthvað svona dæmi, stóra peningin og reyningin, er að drifkrafturinn hann minnkar.
klálega. Þú vilt alltaf meira, eða svona... Já, þú bara þetta daglega hark sem ég í dag, ég elska. Og það það sem ég svona oft hrættur eins og með sölumenn og alls konar sölumennsk og annað, að, þú veist, leður komin áskrifandi á laununum, það bara 400-500 skall í launamánuði, alltaf útborgaðan, skiptir ekki máli hvort þú selti 10 bíla, 15 bíla, 20 bíla eða eitthvað, sko. Að, þú veist, þá ertu búin að missa þetta motivation, sko. Hvatinn. Já, og ég var nú svo klikkaður á sínum tíma þegar við vorum að selja hana mest í góðarinu, að ég vildi setja alla sölumenn á engin laun, en geggjaðar prósentu fyrir að selja bíla. Þetta heitir held ég 100% akkord. Já. Og ég var alveg, þú veist, ég var bara til í þetta, sko. Ég var bara til í þetta, út í okkur gekk vel og þetta var ógeðslega gaman og þetta var mikil sala og svona, sko. En svo ertu alltaf bara með að fullt af fólki sem bara ekki tilbúið, bara lífið þannig að fullt af fólki sem ekki tilbúið til að setja síðan út. Nei. Það þarf bara að leikskóla. Ég að segja það og það tekur ekki tjensin að koma engin laun innmáttinu, sko. Akkurat. En hvað, þú veist, ef við förum aðeins í líf bílasalans, hvað menn að taka í kommiss af bíl? Sko, það náttúrulega, þegar við vorum þá eins og í dag held ég hjá flestum bíl og umbúðum, það voru bara menn að föstu launum. Það ekkert bónusar og það ekkert eitthvað kommission fyrir hvert bíl eða neitt svoleið, sko. En þessi almenni bílasal út í bæ eru sennilega að taka ykkur á prósent af ykkur sölulun. Það eru ninjurnar sem við kallum, sko. Þeir eru alltaf að leita næsta killi. Þannig að umbúðin eru ekki. Ég skal lána garantíð að það er engin umbúð með það. Það voru líka það há meðalauna hjá umbúðunum, sko. Maður getur alveg trúa því að þú ert bara á þeim betru launum. Já, og það er svona... Þetta virðist vera ágætis laun. Ég í grunninn bónusmaður. Þú veist, mér finnst bónuskerfi vera hvetjandi og mér finnst það skemmtilegt. Við vorum á bónuskerfi á sinni tíma í góðarinu. Eitt flóknasta bónuskerfi sem ég séð, sko. Og það var svo flókið að það var bara sturlað, sko. En það var líka sameilu pottur og bara allt gert til þess að var ekki hægt að líka út í bónuskerfi líka þannig að þú getur svindlað það. Akkurat. Og það er bara starfsmaðurinn eða bara hver sem og það ég er ekkert undanskilinn. Maður finnur leiðir til þess að finna hvernig get ég haft meira út úr þessu, sko, en mögulegt sko. Þetta samt ógeðslega hvetjandi. Algjörlega. Og það var bara, þú veist, ég eins og segi, því miður þá ekki komið það bónuskerfi ennþá upp sem svona fullkomið, sko. Nei, því miður. Þetta var næst í. Og ég náttúrulega, þú veist, og þetta var líka varð til þess að menn mættu á sunnundi. Sunnundi. Bara 10 morgun. Hvíldardaginn sjálfan. Já, og bara reynda að selja bíl sem að vantaði til þess að ná ákveðnu á lágmörkum bónus. Þetta var bara, þú veist, þetta hafði þannig áhrif, sko. En það er bara, þú veist, það þarf náttúrulega bara að slípa þetta til. Við lærum þetta náttúrulega líka á hruninu, að bónuskerfi eru ekki. En einhverjunni, hvernig var bónuskerfið? Þú fékkst bara prósent af hvernig seldu bíl? Þetta var sko Excel-skjal sem ég get ekki útskipt lengur sem ég er búin að gleyma því, en þetta var meðal annars þannig að við máttum ekki eiga bíl á lager sem voru á gamlir. Því þá var að skerða bónusum. Þannig að þið voru bara alltaf að hugsa um að móka út. Við máttum ekki selja. Þetta var bæði sameiginlegu pottur og svo... Við máttum ekki selja heldur bíla og láguverði til þess að ná þessu 90 tamarki, þá mistum við líka. Þannig að það er alls konar svona, þetta var alls konar svona fítusar í þessu lokuð á að menn getur bara móka út einhverju bílum og krónum og einhverju látum, sko. En síðan bara kom hrun og þú veist, það er bara þurft að breyta til og annað, það var bara mjög eðlilegt, sko. Ekki dóðilegt við það. Akkurat. En maður þykist nú vita að þessir bílasalar í dag, þeir eru nú flestir á kommiss, ekki nýjum bóðanum, heldur hreinu, sko. Já, það er held ég alveg 100%. Ég held líka, sko, að það sem gerðist líka var í þessu er að þetta umhverfið, þú veist, sem þú ert að selja og þú veist, eins og með mig í dag, og ég er að selja sjálf á mig. Og þannig að þá ég, sko, ég þarf stanslaust að finna einhverja hugmyndir eða eitthvað búið til eða gera verkefni eða láta vita hver ég er og vera í umræðinu og allt þetta, sko. Fyrir mér þetta geggjað, að geta verið sjálfu bara að selja sjálf, sko. Og þetta er líka það sem gerðist líka þegar við vorum í þessu dæmi, að þá vorum við með alls konar herferðir til að ná fólkinn á götunni. Ég er ekki að segja að samkeppnin sé minni núna en hún var sturluð þarna 2006. Voru allir að móka út bílum. Sorry, varstu með eitthvað svona arch enemy, ekki innan Brynborg? Heldur var það bara hérna Gulli á bíóið? Ef ég hitt hann, þá ætla ég að lemja. Nei, það voru bara allir hinn. Ég var bara í stansleysi keppni með alla hina, sko. Og versta var að þeir birti ekki tölur og söldu notuðum bílum. Það var alltaf bara seldir hérna nýju bílar. Það er alveg merkilegt hvað að gefa upp á þessu í dag. Já, ég held sér að ég er betra á þessu í dag, sko. Já, bara eins og skýrsla stjórnari á Brynborg. Já, hún er reyndar. Þetta er bara listaverk. En það er náttúrulega bara Egill bróðir, sko. Hann er bara magnaður í þessu, sko. Það voru bara að segja alveg sér. Hann er alveg geggjaður í þessu, sko. Hann er, bara vel fókusur á þetta. Já. En hérna, eins og ég segi, og þá voru að búið til herferðir eins og, sko, við vorum með afsláttinn í Vasan. Sem var herferð sem kom frá Bandaríkjunum og þá var það þannig að það var svo mikið á 100% lánum á bílum og allir með 100% lán á bílum. Alveg rétt, maður. Við verðum aðeins að kafa onni það. Var ekki jáfnvel 110%? Ja, einhverjir, við vorum ekki í því. En ég get sagt ekki, við vorum einu svo að geggja, við hendum þess að herferð í gang. Því samkeppnin sem ég segi var rosaleg. Og þá var það þannig að þú keyptir bíl á 1.000.000. Bílinn var ásett verðan á 1.000.000. Það var tilboð á 800 skall.
þá kosti fengi bílinn bara að stakrættar hann 800 skall, ekkert vesen. Þú vilt taka 100% lán, fyrst hann á 1.000.000, en við borguðu 200 skallin í vasan. Þú tókst lán fyrir 1.000.000, fékkst 200 skall í vasan, gast þetta beintur á lánið, ef þú vildir. Þetta ekki 200 skallin fælt í London og skemmt. Þetta var, þú veist. En þetta ekki samt einhvers konar 100 og eitthvað % lán í rauninni? Pottþétt. En við bara mókuðum út og þetta var geggjaði tími sko, og allir til í þetta og þetta var skemmtilegt sko. Og fólk náttúrulega bara eins og á að vera, fólk tekur ákvörðu sjálf, það var enginn íta að sá það. Þarna varst þú á bónus? Þarna voru á bónus. Og þarna voru við líka náttúrulega bara, þú veist, alltaf að reyna að búa til eitthvað nýtt. Hvernig gáttum við, þú veist, fengi kunnan inn til okkar, frekar inn til hinna. Hvernig var svona herferð? Var þetta í sjónvarpi eða? Þetta var í blöðum, rosa mikið í blöðum. Útvarp kannski smá, en mest útskýrt í blaði. Það voru svakalega ár þarna 2006 og 2007 bara, þú veist, bara í öllum, bara þvert á hagkerfið bara, þú veist, það voru allir að reyna að moka öllu útskýru. Þetta var bara mokstur, sko. En þetta líka, sko, svo náttúrulega eitt í þessu, það sem gerist oft með sölumenn og bara með fólk í sölumenn, sko, það verður afgreiðslufólk. Sem bara eðlilegt þegar mikið að gera og þarf til ekkert að selja vöruna lengur, sko. Nei, bara, service, eins og service. Og daginn, þá var ég hef svo rosa gaman að fara með félagunum mínum þegar þeir eru að díla með bíl og annað, mér finnst það geggjað, ég fer alltaf. Og ég lendi daginn að vera að selja bílfélagið minn, ekki Brynborg notabenni, og fyrir á bílasölu og á svo magna það sem gerðist. Ég hugsaði bara, vá, þetta er svo típist að það sem gerðist hann að selja bíl, kostar 2 milljónir eitthvað. Og hann kemur með hann og sölumaðurinn að bera töluna og situr fólk hjá sölumannin sem bara fara að kaupa bílinn og vinur minn situr bara annars þar í salnum. Og ég stend svona einhvers staðar á milli. Og svo kemur sölumaðurinn og kemur til félag minns og segir, heyrðu, þeir eru tilbúin til að borga 1700. Og hann segir, nei, 1700, ekki til í það. Þú veist, ég vil fá bara 1950 fyrir bílinn. Ég vil ekki gefa neitt afslátt á hann, sko. Þá gerir hann lambandi tilbaka, ég heyrði þetta allt saman og sest hjá þeim og segir, hann vil fá 1950 fyrir hann. Málega, þetta er ekki sölumennska. Þetta er bara að bera tölur á milli. Og það geta allir borið tölur á milli. Þannig að þarna vantaði bara, heyrðu. Ég hef aldrei heyrt þannig aðstæður að mótaðilinn sé bara hinum inn í salnum. Já, þetta gerist oft, sko. Þú veist að bara fólk kannski vill bara, hún var með konunni sinni, þannig að kannski vilja ræða þetta eitthvað hennar á milli, sko. Það bara æxlaðist þannig, sko. En þetta er bara að bera tölur á milli. Þetta er ekki sölumennska, þetta er ekki að segja, heyrðu, þetta er geggjaður bíl. Þú veist, ég er ekki að fá annar bíl á þessu verði hérna í kringum þetta. Þú veist, hann er tilbúin, ég skal reyna að ná nú í 1900, eitthvað svona. Já, þannig að þú veist hvað við, þetta er bara svona. Já, bara loka þessu. Já, loka þessu bara. Já. En mér langar, ég er svo hrifinn af þessu kommiss. Já. Máttu segja, hvað varst að taka mest í einu mánuði, manstu það? Í uppæð, sko ég vil ekki gera það. Ég minnst það bara ekki sanngjarnt gagnvart bara, þú veist, öðrum eða, þú veist, það er bara ekki, við vorum á góðu launum. Já, en þá, önnur spurning, ótengd, hvað var dýrasti bíl sem þú selt? Það er, sko, á sínu tíma hefur það verið eitthvað kringum 10 milljón krónar Volvo örugglega, sko. Já, ok. Það hefur bara verið 7 milljón, 8 milljón. 10 milljónir þá? Já, 7-8 milljónir kannski. Já. Þú veist, þá kannski bara einhver nýr bíl, kerðu lítið, komið niður til okkar að notaða bíla, sem gerist oft, fólk hætti við hann. Fór í einhvern annan eftir, bara þú veist, það gerist. Þá voru kannski konum við bara einhvern bíl sem hefur kerið 1-2 kilometra. Þegar maður talið notaður. Eða 10 kilometra eitthvað. Þannig að það er svakalegt. En það var alveg, sko, þú veist, kom hann að fólk sem bara staðgreindi bíla, bara maður bara, what the hell, sko, bara 7 milljónir á þessum tíma, bara, þú veist, ungt fólk, maður bara, what, þú veist, bara. Já, bara staðgreitt. Já, bara hvernig veistu þennan bíl. 2006-07. Já. Við erum náttúrulega að bíða eftir yfirferð frá Hagsjáni á Landsbankanum. Já, algjörlega. Hvað þýðir það? Hagsjáin, þetta er póstlisti sem Landsbanki, greiningadeild Landsbankans með. Og eftir síðasta þátt, ég ætlaði nú reynda að vera búin að því að pikka í unnu, við viljum fá yfirferð bílamarkaðinn. Ég held að það virðist vera áhugi því að síðasta þáttur hjá okkur var bara sprengdi á skalan, sko. Líka sem ég kom inn á, ég held þetta sé annar stærsti eignamarkaður í heimi. Það er húsið þitt, svo er þetta næst dýrasta eignin sem þú átt. Ég vildi meina að það veri vopna. Já, en sko, svo er náttúrulega þú með skriðdrykka, það er vissulega bifröð. Þannig að þú veist, hvernig blandast þetta saman? Er ekki skriðdrykki vopn líka? Eða flugular eða hvað var það, sko. En fyrst þú kemur inn á Landsbankann, þá verðum við náttúrulega, sem er annar samstarfsaðili hjá okkur. Og þau eru með aukakrónunar, hérna, gömlu góðu. Ég er með þær. Þú ert með þær, einmitt. Það er frábært að heyra. Ég er enda búin að tína aukakrónu kortinu. Já, úttæktar. Þannig ég þarf að fá, ég get ekki notað appinu, sko. Ég var að skoða. Já, þú meinar. Það þyrfti að vera hægt að borga með appinu, þú veist, aukakrónu. Já, ég einmitt. Já, það er feature request. Það væri gaman að koma þessu áleiðis. Já, algjörlega. Gott að brainstorma með kuna. Þau kunna meta það. Já, ég var alveg til að vera með þetta bara í appinu, getur bara borga með það. Já, og ég geti mitt svarað því að stendur hérna aukakrónunar í appinu. Já.
Er komnað inn? Nei, þú getur bara flett upp og skoða færslu yfirlit. Já, þú vilt geta borga. Ég get borgað með því, sko. Skilji. Það er þetta að sækja þetta á heimasíðu Landsbankans og kortið það safnar náttúrulega þessum aukakrónum og þú þarft notabenni ekki að vera viðskiptavinur Landsbankans. Nei. Svo það sitt ekki fram. Þannig að svo safnar kortið bara aukakrónum af allri innlendri veltu og svo er þið með góða díla við yfir einhver 250 fyrirtæki sem safna ennþá fleiri aukakrónum. Það er bara, hér er ekki hægt að tapa, sko. Nei. Ertu með eitthvað uppáhalds? Það svo er þessu. Ég náttúrulega alltaf í krónunni og fæ alltaf aukakrónu beint. Það er bara geggja, sko. Svo er sem dæmi, Joe & Juice, 8%, 10% á Caruso, 5% á Dominos og Walk-On. Þannig að bara þarf að nýta þetta, sko. Nóga góðum dílum hérna, bara endilega kynna sér þetta. Á mínu heimili þá erum við að borga jólagjafina með Dominos. Já. Við borgum alltaf. Já, býtum við. Þú fáu aukakrónupeningana í desember og kaupum jólagjafina fyrir aukakrónunar. Þetta er stórkostlegt. En eyðum við svo alltaf á Dominos. Þetta er svona hringrás. En þegar guttinn 2 ára er að borða, þá segi ég við hann, taktu vænast neyð. Þetta er jólagjöfin til mömmu hennar. Þetta er stórkostlegt. Landsbankinn kæra þakki fyrir þetta. Herðu, ég er samt með eina spurningu og ég er mjög forvitinn því að sko, nú talaði ég í síðasta þætti að svona eitt af markaðsundrum seinni tíma á íslensku markaði hlýtur að vera þetta öruggur staður til að vera. Og vísan, lagið, þetta var alrómað, allavega á einhverju, þetta er vist ennþá slagur sem er notað, eða ekki? Jú. En það, ég man þegar við vorum með þetta lag þarna alltaf í auglýsingunum. Og sko, hver er upprunnin á þessu? Þekkir upprunnan? Sko, Egill hefði verið geggjar að svara þessu, hann á upprunnin á þessu og málið það er rosaleg pæling á bak við öruggur staða til að vera á. Og það er löng pæling og ég skal bara láta hann senda ykkur að ykkur tíma, sko. Það væri virkilega gaman. Þetta er ekki Egill eitthvað upp á skrifstofu, öruggustadur? Jú, höfum það bara, öruggustadur til það. Þetta er ekki svona, sko. Það er alls ekki, sko. Þetta er bara einhver rítgerð á baku þetta, sko. Sem að hún er samt datt í hug. Þetta er ekki einhver markaðskúr. Já, hann öruglega í samstarfi við ykkur, ef ég maður rétt, sko. En ég hugsa hann eigi samt alveg frumkvæðað þessu, sko. Og þetta er geggjuð pæling, sko. Og þetta er alveg bara með örugg viðskipti, örugg vara sem við erum með, þetta er alls konar svoleiðis hluti, sko. Starfsmenn eru öryggi hjá okkur, þú veist, það er starfsmannamálir í lagi og fleira, sko. Þannig að þetta er svona, það er alls konar pælingar á bakvið þetta, sko. Skemmtilegt. Þú veist, eins og fyrir mér bara, þú veist, þetta er örugglega auglýsing, 20 ára auglýsing eða 15 ára. Já, og ég man þegar þetta kom fyrst, við fengum svo mikið skít á okkur, sko. Er það? Já, bara svona eitthvað, hvað er þetta eiginlega? Hvað, bílaundbúðorði öryggi? Þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara... Það er í þessu, sko, hverju degi. Ég er bara mann sem lítið krakki, sko, þú veist, síðan þá hefur Brynborg einhvern veginn verið þetta top of mind hjá mér bara hjá bílaumboðum, sko. Þá er þetta að virka. Ég man alltaf bara eftir, þú veist, þessi höll þarna í áttunum, skilur, þú veist, ég bara tengdi þetta alltaf við, þetta er mjög sterkt, sko. Já, þetta er... Þannig að það eru hrós á Egil. Eiginlega, sko, þar með Egil bara, þau eru bara að byrta þetta aftur, sko. Já, bara til að minna fólk á hvað þetta er. Því að fá lagið aftur inn, sko. Því að það er heila límið, sko. Öruggan stað til að vera á. Gott. Þetta var alveg geggjað, sko. En svo það sé á hreinu samt að líka bara ástæðan fyrir að Brynborg gengur svona vel líka, það er rosalega löng, sko, starfsmanna ekki velta. Nei, svona starfstíð. Bara menn það er lengi, margir. Þannig að þetta er, þú veist, alveg Egill og Margrét systir eru búin að gegja hluti, pappi og Anita systir og allt þetta, sko. En svo líka fullt af starfsmálkjara sem er búin að vera ógeðslega lengi hjá. Bara menn sem er búin að vera 50 ár. Það byggist upp reynsla og... Já, bara, þú veist, Gísli vinnur mér búin að vinna hann síðan var 18 ára og hann er 50 í dag. Það er 32 ár, sko. Þetta virðist vera öruggur staði til að vera á. Út frá þessu. Fólk finnir öryggi. Það er kannski nær til starfsmanna líka, þetta slagur. Þetta er alveg briljant slagur. Þetta er gott slagur, sko. En já, það er mitt. Það er, þú veist, það er vænlegt til árangus að hafa fólk sem er árangus starfi og hangi lengi. Það er svo mikið reynsla sem kemur, sko. Já, svo það, auðvitað. Já. En hvað sé, er það með eitthvað meira? Ég var einmitt að hugsa hvort ég ætti að fara að stökkva á bara loka punktinn. Við viljum ekki halda þér á lengi. Nei, ég er ekstra sværi, má ég koma með eitt til það? Já, endilega. Mér langar að segja bara svona 3 söludæmi, bara örstutt. Já, alveg, það er ekki ennþá komið. Það er náttúrulega ástæðan fyrir þú mættir. Og eitt sem ég lærði því sem ég var í svona bransa, og svo magna, ég var rullustuði niður, ég veit ekki hvort það komið í Brynborg, en það rullustuði niður í notaðabíla, það var þannig. Og ég lærði eitt að þegar ég tók eftir því, þegar fólk fór, maður kom, fékk lykla bíl og fór að prófa hann, fór upp, keyrði bílinn, svo þannig að var að koma niður. Ef konan kom með hann niður rullustíðan,
þá var þetta 90% sala og það er bara, þú veist, þá var konan búin að samþykja þetta, hún kom frúin hlæri betri bíl, kemur bara inn og hún ræður og þá sá maður bara, heyrðu, ok, þú veist, þetta er bara sala bara komið og þú veist, nánast sagt þegar ég ætla að vera stífur á verðinu, sko þú veist, þetta var komið, sko, hún bara ræður og svo var annað sem að mér finnst alveg svona geggjað og það er sko bara til að vinna líka, þú veist, málið er það algjör miskilningur að sölumenn notar að bíla séu ykkur hrappar og eitthvað þetta eru bara í öllum brönsum hrappar en það er algjört bullshit að menn fara inn þarna til að vera ykkur hrappar sölumenn notuðu bílum eru bara, þú veist, bara líkari leikurum sko. Yngvi kallaði þetta ninjur þeir eru bara ninjur sko. Akkurat. Og þetta er bara hard working people sko. Já, það er bara að leita næsta killi bara ef maður veit hvaðan þau koma þá veit maður hvað maður fær Já, þeir eru ekkert að punga út einhver bíl sem eru ónýttir og hlæja svo. Það er ekkert þannig í gangi þetta eru bíla eins og annað en sko, það var eitt sem ég tók eftir sko, að það var sko til að vinna traust kunnans ef kunnin kemur og erfiðu kunni kemur lokaða stöðu með sérst hendur og svona veist, hérna, neftarað, eða hvað er þetta svona í þú veist, hérna lokuðu stöðu krosslaðar hendur og hérna kemur inn og hann segir, þú veist, og er bara svona, þú finnur alveg hann er alveg svona, hann er ekki alveg tilbúin til að þú veist, hann er ekki að kaupa þetta, sko og hann segir, já, svo reyndar er bara að líta stela bílun og segir, þessi bíl er reynda geggjaður þá komum ég oft með þetta, já, býtu, það er eins eitt hérna það er smá rispa hérna þannig ertu búin að vinna traust kunnans þú ert að benda honum og hann er að segja þessi fullkomin og segja nei, ég er með þér í liði við erum saman í þessu það er kannski best þú vitir hérna af einu best þú vitir af einu sko. bara þú veist, þetta er svona bara og þetta er svona bara, þú veist, þetta er enginn að svindla neinum en þetta er bara, þú veist ég er með þér, bara en að láta hann vita í stað fyrir að segja því ykkur töluðum orðum ég er með þér í þessu ég er bara, hei, ég er með þér hérna það er rispaðina þetta er svona, það er ógeðslega gaman að stúdera hegðun fólks líka klálega það er alveg svona bara eitt af því skemmtilegast og þegar mest var að gera ég lenda nefndi einu ríkalegu atriði, ég hef sagt frá þess að ég veit ekki hvað það hirta, ég var mest að gera hjá mér brjála að gera og selja ógeðslega mikið og ég var rosa stuði og það var föstudagur og þú veist það var að vera að loka og ná einu bíli viðbót og eitthvað svona sko og það kemur kona inn, þess að maður og hérna, hann kemur með hérna, maður sem ég kannast pínleiti við kemur bara með mömmu sinni í róleitum og þau eru að koma að það, ég kannast öðlítið við hann þannig að ég hugsa bara, ok, ég næ þeim þú veist, þetta er bara geggjað, sko, ég þekki hann aðeins og það sem ég ætla að gera, ég ætla að láta hann hafa bílinn yfir helgina bara fara bara bílinn, lána hann yfir helgina og hann seldur, kemur bara, ég veit það hann er bara eftir að fíla bílinn það mikið hann er að fara á þessu gamla skrjóð sem hann er á hann aldrei að fara aftur á skrjóðin eftir að búin að vera bílinn mínu, sko. Hann kemur hann niður og ég er rosa hitamaður og ég veit svona mamma sé pínlítið svona, þú veist, hún gæti verið alveg erfið, sko. Svo setjast hann niður og ég segi bara hérna og það sem ég segi, takk bara bílinn við erum bara með hann helgina svo skilur hann bara mánudaginn og segir hvernig ykkur líst á og svo getur bara að fara með mömminu okkur rúmt eða eitthvað bara á Selfoss eða það er í sig eitthvað þá segir hann, Hjálmar, þetta er ekki mamma mín, þetta er kona mín Nei það var versta moment sem ég lent í á ævinni sko. Ég bara svona snöggróðna, ég svitnaði mér leið svo illa, hjartslátturinn fór upp og allt saman og ég sökk honum sætið sko. Og notabene hann keypti ekki. En byrju var þetta ekki félaginn? Já, þetta var svona gauð sem ég kannaði störlítið við sko. Ég þekkti ekki meira en þetta sko. Þetta var svo vond sko. Ég er ekki stáðan aftur sko. Þú bjargaðir ekkert úr þessu? Það er bara best að tjekka sér út, segja bara, heyrðu, ok. Og segja bara, heyrðu, fyrir ekki, bara, ég sá alveg, ég róðnaði leið svo illa sko. En hann sagði, við ætlum aðeins að fá að skoða þetta. Þetta var svakalegt sko. En það er eins og það er, menn geta gert mistök. Við erum öll mannleg. Já. Heyrðu, er þið með eitthvað annað með? Ég var auðvitað sem að henda bara í smá fróðleik í lokin. Það er svo gaman að fræða. Já. Og bara út af því að þú ert þú ekki Snapchat hetja í Íslands? Jú. Er einhver stærri? Snapchat, já. Reynir Bergmann örgla og Gæi og eru þeir ennþá enski, já, Snapchat lifir. Já, það er alltaf að vinna á Snapchat. Það er punktur hjá honum, sko. Snapchat lifir, sko. Þetta er alveg... Menn eru alltaf að hætta á þessu eitthvað. Nú var ég hættur á Snapchat og komið bara yfir á Instagram. Ég veist bara, fuck that. Þú veist, verður bara á Snapchat líka. Já, ég ætlaði bara að skúpa þá loka orðunar. Ok, hvað með það? Snapchat lifir, sko. Þú veist, það snýst þetta, sko. En já, þú veist, ég vildi nú bara koma með hérna móla og ætla að spyrja ykkur, hvort aldrei sé stærra, Snapchat eða Twitter? Þú segir þetta þá lítur að vera Snapchat virkilega. Já, ég segi Snapchat. Ég trúi því samt ekki. Ég trúi því ekki. Já, það er rétt. Þetta er rosalegt. En pældi samt í það að vera bílasal í dag. Eins og, þú veist, menn er að nýta tól og tæki sko, til að selja meira. Klálega. Þú getur bara með sína bíla á snappinu. Er ekki einhver í því? Ég ætla að vona það sko. Þetta er allavega orðið frekar algengt í svona ótrúlegustu starfsgreinum að menn séu konum með gott fylgi eins og smiðurinn hann sko. Sem í smiður. Já, sem mitt. Gekkjaður. Já, ég ætlaði
bara þannig rjúki gegn áðurum fyrir mjögumræðnar. Þetta eru 347 milljónir á móti 238, þannig að Snapchat töluvert stærra. Og unga kynslóðin, þetta enda bara frá Bandaríkjunum. 60% ungmenna í Bandaríkjunum notar Snap, 20% Twitter. Ég held að þetta sé bara svipa á Íslandi, nema TikTok sem búið að koma inn í middeltíðinni. Já, það aðeins búið að taka smá tjökk. En ég ætlaði bara, þannig ég klári bara mitt og svo fyrir við að leika okkur. Að þeir voru sérst að koma nýjan feature nýlega sem ekki komið til Íslands og það heitir Snapchat Plus. Þeir eru að fara í áskrift, ekki það að þú geti farið í áskrift með þína fylgjendur, heldur þetta allir sem verið með Snapchat geti núna að fara í borga fyrir að fá auka feature. Það kostar $4. Þeir eru nú þegar konum með 1 milljón áskrifenda og ekki komið til Íslands. Ég ætla bara að segja ykkur frá þessum featurum. Svo getum við rætt bara Snapchat og aðan heilt. 1. Það er að ef þú borgar fyrir þetta, þá færðu aðgang að einhverjum sem heitir Ghost Trail. Það sem þú getur séð hvar allir vinirnir hafa verið síðastleina 24 tíma. Jesus. Númer 2. Það er náttúrulega svona location system. Já, en sko eins og ég skilda, þá er þetta bara að verða einhvern veginn átó. Jafnvel þú hætir þig. Já, bara þú ert að fara að borga þig. Þetta er ekki hægt. Ok, númer 2. Og þú veist, það er búið að kalla þetta creepiest feature of social media, sko. Númer 2, það er að sjá hvaða vinurinn er að horfa aftur á Snap í gegnum eitthvað story rewatch indicator sem ég held, þú veist, maður getur alltaf séð ef einhver rewatch eða það ekki. Þú sendir og heldur inni og horfir aftur. Ef það er persóna eða svona. Allavega eitthvað extension af þessu. Svo er að koma eitthvað nýtt og getur búið til svona BFF badge eða bestu vinaskilti á ákveðna viniðina. Og mér finnst þetta að vera svona einhver vísir að hvernig það var á MySpace hérna í den. Það sem þú gast fara reitað viniðina. Varst þú á MySpace? Nei, þú ert sennilegast. Okkar kynslu voru á MySpace. Þú dettur svo bara á Facebook þegar það kemur. En þá var sem sagt aðal fútið í MySpace var að þú raðaðir viniðinum. Þú komst inn á mína MySpace þá sástu bara nummer 1 var Arnar. Það var bara Arnar og bestu vinnur og svo bara Jói bla 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 bla. Og það er eins og þetta sé að koma sko. Þetta gat verið alveg ferlega mikið hugarangur sko að raða vinnur sínum sko. Í öðru seti? Já. Svo er verið að tala að í dag sé þetta eitthvað út af lækum og eitthvað. Þarna þegar við vorum í harkinu 2006 á MySpace þá þurftum við bara að raða vinum okkar í röð. Þannig að allir fengi að sjá það á viðkvæmum tíma. En basically, þetta eru nýjungarnar. Og ég var að hugsa, hversu lélegt valjú er þetta fyrir $4? Þetta er ekkert gott, sko. Er það? Sko, ég er oft hissa bara hvað Snapchat, þú veist bara hvernig þetta virkar hjá þau, sko. Já, en þetta er líka, þú veist, það er búið að vera rosalega sveifla á þeim, alltaf eitthvað svona panik í kringum að þeir sé að deyja og eitthvað. Samt eru þau bara að hækka og hækka. Ég skil þetta ekki, sko. Við byrjuðum með einhvern auglýsingafeature á sínum tíma sem átti að trölla í öllu, gekk svo ekki upp og hlutabréfaverð lækkaði eitthvað fáránlega mikið, sko. Er það Spotlight? Sem að fór í kring COVID. Þeir ætlaðu að borga fólki. Já, ok, það er nefnilega aðalpunkturinn minn átt að vera Spotlight. Svo þegar ég var að lesa og fatta, heyrðu, þetta er 2 ára gömul frétt. Já. Þetta var afnumið í fyrra, sko. En þeir hendi þetta, nóvember 2020, Snapchat Spotlight, það sem voru að borga $1 million á dag í svona pool og allir sem voru að hendi nefni, ef þau náðu að komast í eitthvað top 100, þá voru þau bara að skipta þessu púli, sko. What? Það var svo kom aldrei til Íslands. En það var eitthvað sem var líka eldra, sko, í kringum þetta. Ég bara man ekki... Já, þetta var, sko, átt að vera aðalpunkturinn minn og því að ég var bara, heyrðu, þetta er að koma til Íslands, þú ert að fara að vera milljónamæri, sko. En þetta var eins og hálfsásgömmul frétt, sko. Snapchat virðist allavega að lifa góðu lífi. Þeir lifa? Já. 100 milljónum fleiri notendur en Twitter. Netrúnturinn minn er alltaf Snapchat á mótana, sko. Ég er á kvöldin, sko, ég veit ekki hvort þú hlustir á þættina. Ég tók yfirferðin daginn ASMR-kategóriuna. Hefur séð það eða? Ég er bara big fan. Já, er það? Þú veist, ég er að followa einhver ASMR hérna á TikTok. Já. Að gera eitthvað hérna í mikrofónin. Já. Svo er að sína konunum minna þetta, hún var bara, hvað er þetta? Já. Mín er alveg tjúlu á kvöldin þegar ég er með hann hérna smjattandi. Já, emitt. Að sko keiris í smjörlíki. Jesus. En hver verður fyrstur með ASMR-vídeó? Getur þú tekið að þér eða? Ég hef ekki þolið með þetta. Þetta er svo, voru svo rólegur. Þetta er bara, ég get ekki, sko. Þetta er svona sérstaklega manngerðir, held ég. Þetta er big business, sko. Já, þetta er alveg. Við fórum yfir það. Sá sem að tekja þess þá með eitthvað 700-800 milljónur ári. Bara fyrir það að vera með summað inn á sig að smjatta og éta. En svo fyndið, hvað er tilbúin til að gera fyrir pening? Já, akkurat. Já. En þú veist, þetta var bara svona mólar Snapchat. Ég var með fullt af spurningum á leiðinu, en nú er ég búin að gleyma þeim. Snapchat? Já, eða þú veist þessa umræðu. Ég samt líka, bara át að ef þú ert ekki á rafferð. Ég fór að hugsa, sko, Instagram skilst mér af þessu social media með stærst
userbase. Facebook náttúrulega stæðst, en þú veist, Instagram. Númer 2 YouTube. What? Já, bara í leit og öðru. Og mér skilst að þeir séu núna hjóli TikTok með einhver sem heitir hérna Shorts, YouTube Shorts. Einhver á Íslandi sem við vitum búin að monetisa YouTube? Já. Herðu, það nú bara stelpa sem er að vinna bara í senu eitthvað sem ég kynnti svona daginn. Og hún gerir eitthvað verkefni fyrir senu. Hún var mögnu, sko. Það er one hell of a power lady, sko. Ég man ekki hvað hann heitir á YouTube. En hún er bara með eitthvað svona vlog á YouTube eitthvað. Fullt af subscribers, fullt af tekjum og eitthvað. Kannski er það bara málið. Ég veit bara ekki neitt Íslending sem er eitthvað hérna, heyrðu, svo fer ég bónus á eftir. Ég var náttúrulega, sko, félagi minn gamall Guðjón Daniel. Hann var náttúrulega að spila FIFA alltaf. Hann var með eitthvað 400-500 subscribers. Og hann og KSI, eða veit ekki hvað það er, þeir voru alltaf að chilla saman, sko. KSI kom alltaf til Íslands, til hans og öfugt, sko. Og svo flosnaði upp á vinskapnum hjá þeim og KSI bara þaut upp metrostíðan, sko, meðan að Guðjón Daniel endaði að hætta, sko. Ég veit alveg að Guðjón Daniel var að fá helvits upphæðir, sko. Er það ekki? Jú, bara fyrir að spila FIFA og hann með fullt af sponsum og svo náttúrulega fekk hann bara greitt frá YouTube og það er alveg nóga Íslendingum held ég sem eru eitthvað en ég held að sé enginn svona risa stór núna. Ég held að Guðjón Daniel sé örugglega einn okkar stærsti YouTuber svona, sem við höfum haft, sko. Þó að kannski margir þekki ekki nafnið, sko. Það yngri kynslóðin meira. Hann hnusaði kannski betur en við, sko, en ég held að sé potential á YouTube fyrir einhvern Íslandík. Big, sko. Já. Og sama með snappið. Snappið er ennþá heitt, sko. Það er gaman að kíkjast. Það er líka oft svo málið að þú getur sett allt inn á snapp, þannig séð, þú veist. Það er ekki að vera flott mynd eða flott vídeó. Getur bara að setja eitthvað hérna. Það virðist vera einhvers konar svona munur á því hvað fólk er tilbúið að láta inn á Instagram og svo inn á Snapchat. Það er bara stórmunur. Veist það svo furðuleg hugsun. Þetta er bara MP4 form á endanum, sko. Já, nákvæmlega. Það er bara nákvæmlega það, sko. Það er bara eins og sé bara alls ekki inn á Instagram. Instagram er svona einhvern veginn persónulega, sko. Já. Hitt er bara svona, eitthvað svona bara, þú veist, svona verkamannadæmi, sko. Ég elska það, sko. Klálega. Já, það er góð punktur. En áður hættum þá verðum við nú að minnast á vin okkar í Baka Baka. Gústi. Bakkilsi á mótnana og pítsur á kvöldin. Alltaf 2 ástæður til að mæta. Það er nafni, Baka Baka. Hann er að baka kvöldin og baka eftir hátíð. Baka mótnana og baka kvöldin. Ég held sé ekkert mörg bakari sem á 2 ástæður til að mæta. Nei. Það er alveg hárrétt. Fyrir mér er bara bakar í búið eftir klukkan 1 eða eitthvað, sko. Já, ekki í Baka Baka. Ekki í Baka Baka. Það er keep on going. Þau eru þarna í Lækjagötu, það sem Lækjabrekka var. Já, einmitt, í nýja húsnæðinu, eða þess að það sem þeir voru. Geggjaði staðsetning, sko. Geggjuð staðsetning og geggjaði staður. Já. Þökkum Gústa kærlega fyrir. Já, ég er að fara að kíkja á hann. Það er best ég rúli við bara núna. Já, við erum að kíkja á hann í næstu viku. Hann sagðist ég vil vera með eitthvað lag handa okkur. Við ætlum að gera tónlistamindband með hann. Það verður flott að segja. Er ekki brend á því, eða? Já, Baka. Nei. En erum við ekki svona nokkurn veginn tæmtir? Jú, bara geggja að fá því. Já, ríkala gaman að koma. Sannur heiður. Bara fyrsti, þú ert náttúrulega fyrsti gestur Förstaskafisins. Það er frábært. Já. Frábært þætti hjá okkur. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu núna, ég heyrði þér í brennslunni í morgun, svo fórst taka upp hæ og mættur hingað. Hvað er meira í dag? Svo eru nokkur fundið bara. Já, þú ert að mæta á fundi. Já, bara eftir klukkan 1 þá erum ég og Helgi að fara smá svona, við komum þetta hvað heitir þetta? Að baska. Baska? Nei, baska, ég svo að spila á næsta stöðunum og er það að fá pening, sko. Já. Og við lítum á þetta þannig, við erum bara að fara út og fara inn á fyrirtæki og tala við markaðsfólk. Bara sækja. Ok. Það er ekkert annað. En það gengur vel hjá okkur? Já, frábærlega, sko. Við erum bara í mjög góða málum. Líður vel. 1, 2 og 3. Já, það er það sem öllum máli skipt. Heilsan, strákar. Það er heilsan. Báðið smá snakk. Með Red Bull hérna fyrir mig. Það er enda geggja þetta. Herðu, þá hérna bara höfum við ekki lengra í dag. Nei. Við þökkum þér, Hjálmar, kærlega fyrir. Já. Svo ef einhver er að hlusta á þennan þátt, hlusti á Brynborg þáttinn. Ójá. Hann mun gefa ykkur aðeins betri innsýn hvað þessi þáttur snýst um. Algjörlega. Því að við sögðum 4 hluti í síðast þætti sem á myndi ekki skilja nema að hafa hlusta á þennan. Þetta er að vera svona flókið þáttar. Já. Það verður að vera plott í þessu. Já, algjörlega. Þetta var á mínútu hvað var það? 11, 13, 22 og 40. Já, það er rétt munað hefur. En allavega þá minnum við bara á næsta þátt á þriðjudaginn, ársendingaþáttur, bara þangað til þá. Á kveðið við. Yes. Verið þið sæl. Bye.